Kjartan, þú ert búinn að vera lengi hérna í flugstöðinni og búinn að vera hvað lengst? Já, ég er búinn að vera hér síðan 1998 eða í 17 ár og er hér enn og nú er komin á nýr samningur við flugstöðina næstu 7 árin. Þannig að þetta er allt góðu tími í minni verslunarsögu og ég er bara unni hag mínum vel. Hvaða hugmynd, hvað fékk þið til þess að koma hérna inn á sínum tíma? Ég var með og er með gleraugnarverslun hér í nágrennu og ég var einnig með gleraugnarverslunina á það sem við köllum Kanavelli eða innan varnarsvæðisins og þar var ég að selja þessa vöru án tolla og án virðisauka eða söluskatts og ég hafði mig dreymdi alltaf það að geta boðið þetta líka Íslendingum. Þetta var ekki bara þyrfti endilega að vera bara fyrir Ameríkana. Ég var jú hér á íslensku landsvæði. Þegar að sá möguleiki kom að opna hér möguleika fyrir einkarekin fyrirtæki, þegar var útboð hér 1997, þá var ég strax ákveðinn að reyna að sækja hér og komast hér inn með mína starfsgrein. Það gekk eftir og hér hef ég verið síðan og ég er svo eini sem gleraugnarverslun, svo ég viti til, í heiminum inn á fríhafnarsvæði með alvöru gleraugnarverslun. Þetta er ekki bara sólgleraugu, þetta eru styrkleikagleraugu, þetta eru sjónmælingar, þetta eru kontaktlinsur og hér smíðum við vöruna. Og þetta er, eftir því sem ég kemst næst, einstakt. Og hvernig hefur svo gengið, hefur þessi hugmyndin að fara alla leið með gleraugnarverslunina, hefur hún gengið eftir maður einhvern veginn? Ímyndaði sér í upphafi að það væri nú ekki hægt að koma hér og láta mæla sig og gera þetta allt saman? Já, sko, fyrst er að gera sér grein fyrir því að hugsanlega gat þetta, það var mikil óvissa framundan, þetta gat hugsanlega komið í ljós að bæri sig ekki, gæti ekki gengið. Ég er alltaf á mínum þegar ég er á skokka að hugsa hvað ég get gert næst, hvernig get ég í raun og veru þróað fæið, hvað get ég boðið upp á eitthvað nýtt. Og að sjálfsögðu gerði ég mikla breytingu á gleraugnarferlinu, afgreiðsluferlinu þegar ég bauð fólki upp á það að ég myndi búa til gleraugu hér á staðnum og innan við 15 mínútum, öll algengustu gleraugu. Til þess þurftu þetta fullkomnustu tæki og það var bara lagt í það að útvega það og það hefur sannarlega borgað sig og gengið eftir og ég er auðvitað mjög ánægður með það. Það hefur náttúrulega verið gríðarleg breyting í farþegafjölda á þessum tíma. Jú, en ennþá eru það fyrst og fremst Íslendingar sem versla við mig og þegar talað mikla aukningu á fólki hér í gegnum flugstöðina. Þetta er jú mjög stórt markaðstorg með tilliti til þess hvað hér koma margir á ári. Að þá eru mínir viðskiptavinir fyrst og fremst Íslendingar. Og það finnst mér afskaplega vænt því að ég get líka gefið eftir þjónustu viðgerða þjónustu og annað í verslanum mínum utan svæðisins. Sem grundvallaratriði, en útlendingar eru núna í ríkum mæli að nýta sér okkar ágæta verð á merkjavöru og við erum að sjá það vaxandi mjög. Þetta er náttúrulega bara eins og hver önnur tíska er það ekki í gleraugunum eins og fatnaði og öðru, fer þetta ekki eins og maður segir, í hringi? Já, fer í hæga hringi, þetta er á ensku sagt að þetta sé æver, þú klæðist þessu, þú klæðist gleraugunum, þú klæðist jakkanum eða kápunni. En auðvitað er þetta líka spurning það að þetta hendi andlegslag og annað hendi þeirri umgjörð sem þú ert að velja og hér eru við með góða reynslu í því að gefa þessa ráðgjöf því að trúðu mér að máta gleraugu þar sem að styrkleikin er ekki í gleraugunum það getur verið erfitt fyrir það að sjá hvernig umgjörðin kemur út horfandi í spegilinn. Við erum þess vegna hér eins og ég vil oft segja maður og mann þjónusta að hjálpa fólki við að velja rétta umgjörð. Og þú ætlar að halda því áfram allavega næstu 7 ári? Veistu það er bara dásamlegt að geta tekið næsta dag og gert það á morgun það sem maður getur gert í dag. Ég hef það sem lífsmotto hjá mér.